Komið sæl og velkomin í skák dagsins. Íslandsmóti í skák 8. umferð. Fyrir þessa umferð var Jóhann Hjartarson efstur með 5,5 vinning. Hjörvar Steinn Gretarsson í öðru sæti með 5 vinninga. Mjög mikilvægt skák fyrir Jóhann. Hann hafði hvítt og það sem Hjörvar átti öllu líkindum auðveldara prógram eftir, að þá var eiginlega mjög mikilvægt að vinna þessa skák, þar sem að Jóhann í lokaumferðinni fær svart og Hannes Leifar Stefánsson. Þannig að Jóhann beitti hérna kóngspeðinu 1-4. Svarti svaraði í sömu mynt og við fengum hérna skoska líkin D4. Svarti drepur, riddari drepur D4 og riddari F6 sem er svokallað Mises afbrigði. Hvíti drepurinn á C6, 1-5, drótning E7, drótning E2. Þetta er allt saman þekkt í fræðunum og til að mynda fræga skákir hjá Kasparov og Karpov í þessu afbrigði. Margir íslenski skákmenn sem teldu þetta á svona early snemma á 10. áratugnum síðustu aldar. Þröstur Þórólfsson var mjög framalega meðal helstu sérfræðinga í skotska leiknum, en hefur svona aðeins dalað í vinsældum skotska leikurinn. Hvíta leikurinn er C4 og svarta getur valið að leppa hérna þessari riddarann B6. Bragi velur að setja riddarann B6. Þetta er C3 og svarta leikurinn er biskup B7 og allar yfirleitt að langkróka og svo oft að reyna að sækja á þetta peð hérna. Jóhann leikur hérna H4 sem er svolítið svona, hvað skal ég segja, svona nýmóðins leikur, sem hafa byrjað að leika þessu nýlega. Svarta langkrókar og biskup G5. Þetta hefur telst til nokkuð skipti og í öllum skákum hefur hvítur drepið hérna á E7 sem er alveg rökrétt, skipti upp á drottningum og losa aðeins svona um pressuna. Hörvar svona biskupinn og hrókjaran. Af því að í skákinni lék Jóhann biskup F4 sem er nýjung og kannski þó ekki vel hefni nýjung. Við sjáum núna að svartur fær töluvert frumkvæði og Bragi er oft góður með frumkvæði. Hann leikur hérna drottning F7, forðast kaupin. Núna hótar hann sem sagt að fara á elínuna sem er mjög óþægilegt, þannig að Jóhann hrókjarar og þá leikur hann biskup A6. Setur ennþá meiri pressu á þetta peð sem þarf nú að valda, en það veikir svolítið kóngstöðu hvíts. Kóngurinn er svona aðeins meira berskjaldur núna og Bragi nota tækifærið og kemur biskupnum út með skák, kóngur C2. Sjáum þessi kóngur aðeins svona, það er svona smá gustur. Kannski ekki hættulegt ennþá, en leið og tablu opnast að þá getur kóngstaðan orðið hættuleg. Og Bragi sá sig reynir að opna stöðuna, hann leikur D5. Þetta peðið leppur hérna, þannig að hann setur ennþá meiri pressu á drottninguna og C4 peðið. Jóhann ákveður að fara úr leppunni, drottning G4. Bragi leikur finnur 5 og drottning tilbaka á F3. Það var ekki möguleiki að valda þetta peð hérna á C4, þannig að Jóhann fer í mótspil. Hann fer á F3 og ætlar að drepa hérna á C6. Það er það sem gerist. Drepur fyrst hendar á D8. Af því ef við leyfum svörtum að drepa hérna, þá þarf þetta að bakka með mann, annarkvort riddarlega kóng, og það er svona svolítið passíft, þannig að Jóhann vil frekar drepa hérna á D8 og drepa á C6. Vandamál hjá hvítum er að hann hefur ekki ennþá náð að koma þessum mönnum inn í spili og kóngurinn er svolítið berskjaldaður. Bragi ákveður hérna að hann vil skipta upp á þessum biskup hérna, því ef þessu uppskipti verða þá vantarlega vil hann opna aðeins hérna línu, leika F4, þá fara möguleika á skáka með drottningunni hér eða hér og kóngurinn, eins og segja, hann er svolítið viðkvæmur. Þannig að þessi kaup hugnast Jóhanni ekki og hann leikur hérna biskup G5. Það verður kaup á B3 og Bragi vill ekki uppskipti, hann getur drepið F5-num, hann vil halda biskupnum hérna, bæði til að svona valda reyndikering kóngin og eins líka bara til að hjálpa ekki hvítum. Ef hann drepur hérna og hrókur drepur, þá hvítur eiginlega bara að losna við, skipta upp, hafa með 2 lélega menn og nú er hann með 1 lélega mann sem er á leiðinu út, sem er á leiðinu hérna að komast á annan af þessu reytum. Hins vegar hér, eftir drottning B5, þá er ennþá hvítur með þar að koma sér biskup út og einhvern tímann að koma hróknum út.
Til að byrja með þá var náttúrulega þessi óli hérna, hrókur hérna 8 hjá Braga. Jóhann sækir að peðinu á A7 en Bragi lætur sér bara fátt finnast. Hann ætlar að reyna að nýta sér það að hann með svolítið mikið af mönnum sem getur sett pressu á kónginn og mennina í kringum kónginn. Dómur Brasi F4, hann ætlar bara að opna línur, notfæra sér þessi skálínu, komast á kóngnum. Það liggur í loftinu að hrókurinn fara C5, reyna að nýta sér þessar leppur hérna og svo drottningin alltaf með þessa pressu hérna. Þetta svolítið leðilegt fyrir hvíta. Jóhann fer í kaupin hérna, þetta líkast bara einu leikurinn til að halda töflunum gangandi. Og Bragi valdi hérna að fara með kónginn á D7, það kom til greina að fara á B8 líka. Þrátt fyrir allir hans í opinn, þá er þessi riddar hérna góður og valdar alveg hérna eiginlega flesta reyti. En Bragi fór á D7, drótning D3 og þetta líklega svona í jafnvægi. Svartur með betra en hvítur, hann peði yfir og svona að stoppa flestar hótanir. Hrókur C5, kóngur B2. Það að fara á þessari leppar hérna. Ákveður riddar D5. Spurning hvort að hvítur að drepa D5 og reyna að halda þeirri stöðu. En hann leikur hérna riddar A4. Hrókur A5. Og hrókur C. Og hérna finnur Bragi mjög sterkar leik, hann leikur kóngur C8. Annars hefði hvítur leiki hérna drótning H3. Hrókur C er svolítið lúmskur, kemur í öff fyrir að kóngurinn kom út á C6 og hótar drótning H3. Ef drótning H3 strax þá kemst kóngurinn út og fer hér. Þannig að hrókur C er vel lúmskur en Bragi sér það og hörfar með kónginn á C8. Þá tekur hann allt góður út úr þessari hugmynd og já, keppnir voru smá tímar ekki og hérna verður Jóhann á í messunni og það illa að það kostar að skákina. Hann leikur kóngur B1 og eftir riddari B4 er staðan eða fulla töpuð. Sjáum að kóngurinn er berskjaldaður á B1, drottningin setur á þetta peð hérna á B3 og hvíta drottningi verður að valda en það er líka sett á hana þannig að við þurfum að fara á einhvern passíva reit hér eða jafnvel hér. Við mögum alls ekki yfirgefa B3 peði og ef við leikum einhverjum svona leik þá er líklega skálínan bara mjög viðkvæm hérna. Sjáum að kóngurinn kemst ekki upp og ef það fyrir svarta reit þá kemur biskup E5 og við getum ekkert borið fyrir. Þetta tapar. Jóhann leik drótning H3, kóngur B8 og hérna einfallega fann Jóhann ekki leik. Við sjáum líka hrókur bara A4 hótun. Það er ekkert að leika einhverju biðleik. Hrókur eitthvað, hrókur D, eitthvað þetta bara dreipið A4 og svo er mát hérna A2 og svo drótning C2. Þannig að já, staðan töpuð. Jóhann reyndi hérna hrókur C4 en það dugir ekki til. Hrókur bara A4 var lokaleikurinn í skákinni og Bragi vann hérna góða sigur sem hefur mikil áhrif og Hjörvar stendur nú uppi með pálmann í höndunum. Hann með 6 vinningar fyrir lokaumferðina. Hefur hvítt í síðustu umferðinni á móti Sigurbirni sem er næstnæstur en vann góðan sigur í dag. Hann gæti haft úrslit áhrif, hver veit. Og Jóhann fær svart á Hannes erfiður þannig að Hjörvar stendur vel og við vinnur hann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil. Það kemur í ljós á morgun og við sjáumst þá.